Ég er skemmtanastýra og ég er mikið bara að með yfirsýn á viðburðunum og plana þá en ég fæði þetta hjálp frá öllum öðrum í Nemo og síðan er svona leikritið, það er svona mitt stærsta hlutverk. Þar er ég aðstoðarleikstjóri og þá er ég bara með svona yfirsýn yfir leikritið og svona. Ég er formaður og ég hef eiginlega bara svona yfirsýn yfir öllu. Þannig að ég bara svona sé ég er svona talsmaður fyrir Nemo en annars hjálpast ég bara öll að og ég bara svona reyna að hjálpa þeim sem ég get. Hvað var það sem að fékk ykkur til þess að skrá ykkur í Nemo? Sko, ég veit það ekki alveg, Helena skráði mig í þetta. En nei, það er bara bara, þú veist, félagsskapurinn og bara gaman að upplifa eitthvað svona og prófa eitthvað nýtt og vera með þessa ábyrgð, prófa það bara. Ég skráði mig í Nemo bara því ég hef alltaf haft mikinn áhuga á félagslífinu og bara svona stjórn svona yfir höfuð. Þannig að mér finnst bara, já, ég skráði mig bara af því að þetta er eitthvað sem ég hef gaman að langa að prófa. Sko, markmiðið er náttúrulega bara að gera eitthvað skemmtilegt fyrir nemendur og sjá til þess að þeir séu að hafa gaman á skólaárinu og mér finnst þetta markmið vera að takast hjá okkur, sko, en maður býður bara að sjá. En, já. Já, ég er samanlega, þú veist, bara að gera eitthvað skemmtilegt fyrir nemendur og halda félagslífinu gangandi þrátt fyrir kannski erfiðar aðstæður varðandi COVID og skemmtanahald, en við erum allavega að reyna okkar besta og það er alveg margt á dagskrá. Árið er bara nýbyrjað, þannig að það er nóg eftir. Já. Hvenær byrjaði þú í kajaksporti og af hverju? Ég byrjaði fyrir 4 árum. Ég var alltaf í svona raftingferðum og svona sem barn, bara frá ég var 9 ára og þetta var bara svona næsta skrefið. Hvað finnst þér skemmtilegast við þetta sport? Það er bara að vera í ánni og þú ert ekki að hugsa neitt annað nema að vera í ánni og þú ert bara eitthvað að leika þér. Hvaða árangri hefur þú náð á mótum síðan þú byrjaðir að keppa? Ég er búinn að vera að keppa smá úti og aðalega bara hérna heima, en svo er ég að fara að keppa núna byrjun sumars í heimsmeistaramóti í Bretlandi. Af hverju ert þú stoltastur? Örugglega bara árangrinum sem ég er búinn að ná svona stuttum tíma. Er þetta dýrt sport og hvernig gengur að fjármagna þátttöku í mótum og annan kostnað? Þetta er alveg ágætlega dýrt sport, en svo að fjármagna fyrir mót, það er ekki það mikið að bara fá eitthvað til að skutla mann á staðinn og skutla manni af honum. Hvað er framundan? Bara reyna að keppa eins mikið og mögulegt er. Við höfum séð þig á YouTube fara niður fossa. Hvað er erfiðasti foss sem þú hefur farið niður? Hæsti fossinn sem ég hef farið niður er Goðafoss sem eru 8 metrar. Hann er aðalega bara erfiðastur fyrir mér því að það vera þarna fyrir ofan hann og tíminn áður en þú dettur niður, en svo þegar þú ert komið niður þá var það æðislegt. Hvað er þetta stórt bú? Þetta bú er 1800 fermetrar, byggt árið 2017-18, tekið í notkun febrúar 2018. Og hvað eru margar mjólkandi kýr hérna á bænum? Akkurat eins og ég er, þá eru kringum 90-92 mjólkandi núna, en svona á ári eru svona kringum 100 áskýr. Það eru allar kýr með hálsnema utan á hálsinsum, mjólkukýrnar sem sagt. Og þar getum við fylgst með hvort það séu svokallar yxna, vilja fá kálf í sig, eða bara hreyfingu, hvað jórtra mikið og bara hvað þeir eru að gera. Já, þá getum við séð sem sagt líkindi fyrir yxnu, hvað hann er að hreyfa sig mikið, hvað hann er að jórtra mikið, þessi blálínan hérna, og dagsframleiðslu, hvað hann er að framleiða mikið að marga lítra á dag. Og
Hvað er það sem er verið að gera í bássunum? Við erum að pressa skítinn undan kúnum. Þetta er ómeltanlega hlutir sem það get ekki melt. Og þessi pressa, hún virkar svona eins og stór berjapressa. Þetta er ómeltanlega hlutir eins og segi. Og þetta er bara þurrkaður skítur. Og þeim líður rosalega vel á þessu. En hvernig eru jólin hérna á Páfastöðum? Það byrjum alltaf með molgufjósi, kljónanda. Svo er það bara afslöppun og grautur í hádeginu. Svo er náttúrulega kvöldfjós og eftir það er bara hamborgarhryggurinn og opna pakka og slakað á. Gerið þið eitthvað sérstakt fyrir kýrnar svona á jólunum? Nei, í raun og ekki, sko. Þetta er voða einsleitt líf hjá þeim. En geturðu sagt mér eitthvað frá þessari græju hérna sem er að koma að okkur? Þetta er Lely Vector svokallað. Þetta er sjálfvirkt fóðurkerfi og eins og akkurat núna er hann bara að lesa fóðurhæðina, hvað er eftir af fóðurinu hjá þeim, og ef honum finnst að vanta fóður þá bætir hann á það. Þá fer hann heim í stöð og biður krabbann meira fóður eftir sérstakri blöndu. Og mjólkurkýrnar eru á sér blöndu, það er miklu orku meira blöndu heldur en gelkýrnar, sko. Það eru á miklu svona vægari blöndu. Og þetta kerfi sér sig alveg sjálft. Einu sem við þurfum að gera er að setja inn í svokallað eldhús 2 í viku. Og fóðurnýtingin hjá okkur er 95 til 100%. Við erum að nýta fóðrið rosalega vel. Nú er hann taka úr hólfi sem heitir Nýtún. Það er nýræktarhey hjá mér, sko, sem hann er að taka. Og það eru komin 83 kg í hann og hann ætlar að taka 250. Og svo sjáum við þegar kræninn kemur með, sko, meira hey. Hvernig það vigtar það og reiknar út hvað þarf það mikið af hinu heyinu til þess að búa til alltaf nákvæmlega eins blöndu, sko. Þannig að blanda sig alltaf eins. Eins og sagði, þá líður þeim best með að fá alltaf sömu blönduna, sko. Og líka náttúrulega það eru hnífar í honum, þannig að hann er að skera niður grassi, sko. Þannig að það Þetta var nett hjá honum, bara 6 kg. Hvernig er ræktunarferlið sjálft? Bara frá því að grælingurinn kemur sem er bara svona 5 til 10 cm að það líður svona 3-4 mánuðir þangað til að það fara að koma rósir og svo hver planta getur lifað alveg upp undir 20 ár. Þessar eru tiltölulega ungar, þær eru hvað að segja svona verða 2 ára núna í janúar og svo er þetta bara, tekur þetta frá því að kemur brum á plöntuna og þangað til maður klippir, líður svona 35 dagar. Og hvað eru þið að rækta margar rósir? Við erum með rósir hérna á 650 fermetrum með 10 afbrigði eða 10 liti. Og hvaða litir eru það? Það eru rauður, hvítur og lilla sem þið sjáu hérna. Svo er í hinum húsunum órans, 2 litir órans, gulir, 3 bleikilitir. Og eru margir sem eða svona hvaða rósir eru vinsælastar? Þær eru bara mjög misjafnt. Þessi hérna lilla rósa er afskaplega vinsæl. Og svo fer þetta líka bara eftir tilefninu, hvað er vinsælt og árstíma og svoleiðis. Jólin er náttúrulega rauðarósin aðal númerið. Hver er þín uppáhaldsrós? Hún er er ljósbleik, hún er í öðru húsi heldur hérna, þeir eru ekki búin að taka myndar af henni. Þessi er líka rosalega falleg, þessi bleika hérna. Hún verða svona risastór knúppurinn og svona kúlulaga, mjög fallegur. Myndirðu segja að rósirnar væru vinsælar jólin og áramótin?
Já, svona yfir hátíðina. Það er ekki mikil blómasala í byrjun desember en svona eftir miðjan eða svona rétt fyrir aðfangadag þá fyrir fólk og kaupir sem vil kannski bara skreyta með rauðum rósum í tilefni jólana. Sálfræðingur og blómabóndi, hvernig fer það saman? Það fer ágætlega saman. Það getur verið gott að geta farið niður í gróðurhús og spóla sig aðeins niður eftir daginn í sálfræðinni. Er hægt að gera eitthvað annað með rósirnar annað en að horfa á þær og lykta af þeim? Já, það er líka hægt að gera alls konar skreytingar úr þeim og það er hægt að þurrka þær og það er hægt að mylja þær niður og nota ekki sem ylmjurtir með svona smá olíum og svoleiðis. Svo erum við að byrja núna á verkefni að þróa svona ætarafurðir úr rósunum. Hvers konar afurðir eru það? Já, það er margt hægt að gera. Það er rósate og það er hægt að búa til snakk úr rósum og það er hægt að nota þetta saman við salat og gera rósasalt, rósasíkur. Þetta er bara mjög fjölbreytt. Það er bara að finna út hvað maður ætlar að gera. Hvað finnst þér skemmtilegast við jólin? Það er bara í rauninni að fjölskyldi kemur saman og borða góða mat og svona, eiga bara svona gæðastundir með fjölskyldunni, það er eiginlega skemmtilegast. Hvað heitir þú? Ég heiti Arnar. Hvað finnst þér gaman að gera jólin? Ja, opna pakka og syngja jólalög og hafa gaman. Hvað heitir þið? Jóel. Finnur. Hvað gerir þið jólin? Borða mat. Borða mat. Hvað kemur ykkur í jólastuð? Ekkert. Piparkökurnar. Hvað er það við piparkökurnar sem kveikir í þér? Piparinn. Hvað heitir þú? Ég heiti Haraldur Holti Líndal. Hvað gerir þú jólin? Skreyti, borða mat, sef. Hvað heitir þú? Ég heiti Jón Daniel Jóhannsson. Ok, og hvað er uppáhaldshlutur þinn við jólin? Jólin? Það er bara maturinn. And you can tell everybody
þannig það skal, því svo stendur skrifað yfir hliðum að paradís. You have got to give, taking is too easy, but that's the way it is. Don't want to think about that, now you know how I feel. You can't deny how hard I've tried. I changed who I was to put you both first, but now I give up. But she forgot about the golden rule. It's okay when it's in a three-way. It's not gay when it's in a three-way. Flottur jakki, flottur jakki. Ég átti lakkisbindi og skyrtan hún var skammarhví. Í þriðja sæti eru, haldið áfram, Flóra og Lilly með three-way. Í öðru sæti er Kristey Rut Easy on me. Í fyrsta sæti er Emiliana Lilly I have nothing. Share my life, take me for what I am, 'cause I'll never change all my colors for you. Take my love, I'll never ask for too much, just all that you are and everything that you do. I don't really need to look very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. I will hold it back again, this passion inside. I can't run from myself, there's nowhere to hide. But don't